Herru, með mér hérna, ég kannski kynna sjálf mig, ég heiti Viktor og þekktur sem Coconuts og Viki Klikk og með mér Ég Þórarinn Hjartarson, a.k.a. Tóti Tissue. Ég spenntur fyrir þessu. Já, ég líka. Það var mjög gaman síðast, vonandi fáum við svipað stemningu í dag, þannig aðeins öðruvísi þegar menn alltaf skipt lið svona eftir hvern leik, en já, þessum eftir. Við komum í draftið, ég ætla að hækka í þessu. Það var smá tónlist. Var búið að útskýra hvernig var valið í lið? Sko, allir settu inn, við erum allir bara með svona Google Forms skjal, eitthvað sem menn fylltu inn í. Menn völdu sér þá 3 ról sem menn vildu spila og 1 ról sem vildu bara alls ekki spila. Og hann Bergur, plengjarinn, hann skal ég segja þér, fór yfir allt saman og við gáum hverju ranki ákveðið vægi. Þannig að þeir sem voru Crusader voru kannski með frekar lítið vægi því miður, en náttúrulega skiljanlegt sko. Og þeir sem eru Immortal eru sem sagt með mesta vægið. Í hverju liði sem við erum að raða saman þá má talan ekki fara yfir eitthvað ákveðið. Þannig að við munum ekki sjá leik með öllum Immortal spilurum í dag sko, eins og Hope og Harry, Yngvi og hvað fleiri? Dubious? Nei, ég veit ekki hvað hann sé. Volcom, hann er ekki Immortal? Hver? Volcom? Ég bara veit það ekki. Nei. Þetta er fyrsti leikurinn. Það eru 2 að fara í gang, en við ákveðum að observa þannig að við náðum ekki að setja upp einhverju það flóknu kerfi að við getum bara svissað á milli leika, en ef þetta er open lobby spakkurti get ég bara hoppað inn ef þessi leikur klárast á 25 mínútum og hinn er í gangi ennþá. Akkurat. Það væri náttúrulega svekkjandi að geta ekki hoppað þá bara yfir. Já. En herru, það er komið í bans, við erum No Limits Gaming, bannar Voidinans Ingemunds og Just a Guy Plus 4 banna Terrorblade heitur núna. Venobann, ok? Það er búið að banna hann. Það er nýta tíman að tróða í mig hérna. Já, gerðu það. Ég mjúti smástundum með náttúrulega. Dire team pick. Ten seconds remaining. Radiant team pick. Ekki klikk. Þetta er mjög solid pick. Hvern þekkir þú hérna í þessu lið? Ég þekki Lord Henry. Já. Þekki endakallinn. Ég hef spilað með DRI. Ég myndi nú ekki segja ég þekki hann. En ég veit nú ekki alveg hvaða ról hann mun koma til með að spila. Ég gerir ráð fyrir að Henry sé annarkvort Jakiro eða þá support. Nei, ég held hann sé ekki spilað Jakiro. Nei. Dire team pick. Næja. Witch Doctor. Pirrandi hetja. Já. Þetta Maledict er viðbjöður. Skeilar líka mjög vel ef hann kemst í Agahanims. Þá getur hann orðið djöfusins viðbjöður í teamfights. 10 seconds remaining. Já, við þekkjum Andakallinn náttúrulega, hann spilaði á síðustu alni Lína, trademark hetja. Radiant team pick. Grimstroke, ok, þeir eru að setja Lord Henry á hetju sem hann spilar ekki oft. Sem er vantarlega Jakiro. Er hann ekki Grimstroke? Ég held ég að við Nei, hann er ekki Grimstroke. Við hefum alveg 5 minútur að leika saman eða eitthvað. Já, ok. Það er ekki mikið Grimstroke þar. Það er Ogre, tanky support. Aldrei lélegt pick fyrst mér. Nei, mér finnst að ég hef ekki að fara að skoða statistics yfir bara win rate. Ogre Magi er frekar hátt uppi þar. Sterk hetja, sérstaklega með sterku carry. Gleymdi alveg að segja leikmönnum að
eitthvað screenshot af scoreboardinu eftir hver leik. Það var að taka saman einhver svona skemmtilega tölfræði. Já. En hverja þekkir í hinu liðinu? Ég þekki Robba Cookies, ég þekki Ingva. Já, ég þekki Ingi minn bara frá því síðasta móti. Já. Ég spila með Biggs á mótunum. Ég kannast í Cookies, en ég kannast ekki verið hérna. Nei. Eru menn að rúta fyrir einhverjum sérstökum liðið hana í chatinu? Hver er að fara að taka þennan leik? Gaman að sjá endakallarinn á móti Ingimund, sko. Já, Ég held nefnilega að þeir séu á miðunni í þessum leik. þeir eru Við líka. nefnilega rauðum líka eftir roles en við gáðum svona frelsi til þess að skipta inn á milli, sko. Akkurat, þeir eru líka búin að gefa hérna honorbann á Línu og Pugnu. Eitthvað sem ég veit að Gummi endakallinn væri mjög mikið til í að spila. Hann er hörkuspilar á báðar þessar hetjur. Radiant team ban. Radiant En ég veit ekki, ég get ekki séð fyrir mig hvernig þessi leikur fer, sko. Því að Ég spilaði 3 10-mann leiki í gær. Þar sem að liðið pikkaði Magnús first pick síðustu 2 leikina og ekkert sem gátti gert. Nei. Það er bara first pick material mid. Já, 10 seconds remaining. það er, Þú veist. 5 seconds. veist líka að nú er ég búinn að spila hann að leik alveg síðan 2010 eða eitthvað líka. Það er magnað að fylgjast með því að hann breytist svo hratt og svo mikið núna þessa dagana. Að maður tekur sér eins og núna, 2 mánaða pásu. Ándjóðs bara nýri leikur, þú bara kemur inn í nýjan leik, það er allt í allar aðrar hetjur sem er núna miklu betri en aðrar. Já. Þannig að nýtt meta, skilur. Herru, þetta er örugglega... Við sko, Já, það ekki. gerir ráð fyrir því. Hann samt er að fara að spila carry, hann tjáði með það áðan. Hvað er það? Já, hann er að fara að spila carry sko, þannig að það er... Þá er það, hann er ekki á þessari vandarinn. Nei, ég meina með þetta er ótrúlegt, en hann er samt svona kínverskur sko, spilari, það væri ekkert ótrúlegt að sjá hann spila bara Kínverjarnir spila einhverjar skrýtnar hetjur. Þeir elska Dragon Knight Já, og einmitt. eitthvað þannig, sko. Hann er Axin kominn, veit ekki. Endakallinn efnilegur, já. Dire team pick. Hversu efnilegur getur maður verið þegar maður er kominn á fertugsaldurinn? Það er spurning sko, allt að hægja á mann allavega. Puckinn, ég held, heyrðu, Cookies er að fara að spila puck. Já, ok. Hann spilar hörku puck með við rankja hans, ég held að hann sé Arkon 2 Seconds remaining. og Já. Það eru nokkri spilarar sem eru svona tölvöld lágt rankaðir en geta alveg staðið upp í hárið á herra ranki, sko. Ég get vouchað fyrir því að Lord Henry er Arkon 3 eða eitthvað. Já, En hann er sko, hann spila bara fjarkar og 5-ur og hann er rugglaður svona specialized spilari, sko. Hann spila bara ákveðnar hetjur. mikla vitnesku líka. Já, já, já. Það er komið Sven. Þetta Gummi? Ég held að þetta sé Gummi, já. Hann spilaði 1 Sven-leik hana á síðasta móti og Team ban. gekk ekki vel. Nei. Leika leiðinlegt að spila Sven á móti þessu, ég finnst það svolítið áhugavert pick út af því að það er mikið af lockdowns sem verður að fara í BKB bara snemma. Puckinn, 10 seconds remaining. hundleðilegt að spila Sven á móti Puck. Já. Kungan, ég veit það ekki. Næja, við sjáum hvernig það fer. Já, ég er að heyra einhvern skruðning, heyrðu þú það líka? Ég er sko með hljóðkort og ég þarf sko að laga þetta með að ýta snúrunni inn en tölvan á til að frjósa þegar ég gera það, þannig að ég ætla bara að leiða þessu vera. En ef við heyri hann skruðning líka þá engar áhyggjur við lögum þetta fyrir næsta leik. Ég heyri þetta í heyrnartólunum mínum sko, en ég veit ekki, það er... Nei, þetta er snúran, þetta er eitthvað kontaktdæmi hérna í gangi. Bara þú er ekki snert hann á þetta, ég vil ekki detta úr lobbyinu. Akkurat. Þannig að við verðum bara að scuffed stream. En að leiknum, hvað heldur að eitt liði vilji ekki sjá? Sko, Grimms, ég veit ekki alveg. Ég er ekki alveg búinn að fylgjast með þessum bönnum nógu vel, sko. En þeim vantar mid-hedge hérna, No Limits Gaming, Dæjar. Og svo fáum við, þetta er vantarlega offlane konga, sko.
Já, það er bara fyrir svolítið, ég meina, eins og ég segi, það væri skrítið að setja Seyfling kongu, en Maður er vel að sé það. ég hef séð það og það er eitthvað sem að Yngvi En myndi alveg vera. væri þá að last pick offlane? Mér finnst það mjög ólíklegt. Já, það er rétt. Þeir eru líka, já, bönnuðu Drow Ranger, 5 seconds remaining. bönnuðu Viper, þeir eru náttúrulega að leita að einhverju hörku miðju. Hver er góður móti Puck í miðjuna? Eitthvað Silence, Já. Storm Spirit. Ég er bara Legend 2, sko. Ég veit ekki hvað ég er að gera Lítið hérna. úr þér hérna. Nei, ég segi svona, Við vitum alveg. sko, draft er ekki minn sterki, það er ekki minn styrkleiki, svona bara að segja það. Axe mid, Darkseer off. Það er spurning, sko. Það er bara hvernig hann virkar á móti Puckinn. Já, En af hverju viltu Darkseer? Hvernig ætlar að búið til Illusion af sem er að fara að drepa allt liðið? Já, ég myndi skilja það ef það væri, skilur, Dire team pick. Svenni í hinlu liðinu eða Terrorblade, eitthvað þannig, sko. Last Big Doom. já. Þetta er Doom mid Já, og sem að er meta núna. já Já, þetta er náttúrulega, þetta forsar Puckinn til þess að fara í Lincolns. 10 seconds Það er remaining. margt sem að brýtur þetta. Ég hef alltaf verið með Lúmst blæti fyrir Doom mid. Ég man eftir í Dota 1, þá var það mjög vinsælt. Hann er náttúrulega með svo mikið base-streng. Það er Troll Warlord, Já. það er Ingimundur Troll Warlord. Já, Klart mann. cookies á Puckinn. Já. Henry á Jack Hero eins og þú bentir á. Er þetta Carry? Nei, þetta er mid-axe, já. Þetta er náttúrulega djók. Þetta er náttúrulega Gummi endakallinn, ég hef búin að glemma því. Já, hann allar á Axel. Þetta er axe mid, já. Já. Hæ? Það er rann fyrir okkur hann. Ég vil meina að Radiant hafi náð sterkari pickum en þetta verður djöfulsins að róður fyrir Svennin. Erum með 3 strengt þetta er frekar tanki. Já. En mér finnst Radiant þar með flottari skins, þetta sjá það. Djöfulsins, já. Þetta er eitthvað skins. Nei, eins og ég segi, ég er tilbúinn að sjá hvernig andskotanum þeir alltaf láta Svenn virka hérna. Vonandi, hann bara hörgur spilari. Og fyrsti leikurinn að hefðast hér inn á Session 2 á Ground Zero. Stemningin er gríðarleg. It's time. Ég held að Radiant takir það. Ég verð að segja alveg eins og þér að ég er sammálaður. Þá byrjum við þetta. Þegar ég er spáðið hvort þetta ekki bara fel okkur. Við þurfum ekki að vera að sjá okkur með að við erum að kasta. Við erum þetta gullfallegir en... Ég veit það. Ég get fært okkur eitthvað eins. Minka og það. Upp. Er þetta ekki bara fínt, eða? Na. Svona. Þetta er ekki solid. Þetta er, já, við erum alltaf að observa, þannig að við þurfum að íta á takkana. Wow, ég með, hvað er í gangi hér? Það er þetta með svo aðeins hérna, þetta er pása eða ekki? Jú. Ég fór í eitthvað smooth stuff hérna, smooth frá kamera. Þetta ekki að vera öfugt, sko. Þetta er fucking glatað, maður. That is what you sound like. Nei, þetta er ekki fínt, þetta er svona Þetta er betra, þetta er alltaf lægt. Það verður bara pínu svona rough around the edges. Við erum Þetta er ekki fyrsta skiptið okkar, þannig að... Já, annars getið mitt. Annars skiptið Ég hef þitt, bara aldrei kastað Dota-leik fyrir síðustu, sko. Ég er aðalega frí að miður ábyrg, sko. Já. Tökum hérna... Já, menn, nenni ekki verið... Við erum ekkert að skoða FPS-ið hérna. Like us.
Ég sem sagt Gamertækið, já. Total Tissue. Vicky Click, a.k.a. Coconuts, hefur verið hérna í Counter-Strike-senunni í mörg ár. En Dota is where my heart is. Já, ég sammála. Ég og Vicky fórum eins og saman á LAN. Já. Með Clean Up Crew. Kukinu. Hvað var það? 2008 eitthvað leiðis. Já, það getur verið. Ég sé 7.6. Ég hef verið að spila Dota með svona pásum, löngum pásum síðan 2009. Já. Vicky, þú hefur spilað hvað? Sko, það kom fyrir að ég fór á LAN þegar ég var í MS 2004, 5, 6. Já. Þá spilaði ég bara Sniper í Dota 1. En ég byrjaði að spila Dota 2 2015. Akkurat. Er það konga mitt? Fuck offline. Unga miðja á móti Axe. Er þetta curveball eða? Það er spurning sko, Konga í miðju... Ég veit það ekki, ég veit ekki alveg hvernig Ökkinn og Witchdoctor eru að fara að reka Svenni eitthvað að leininu eða gera hann lífið erfitt. Ég þarf eitthvað að stilla. Mikið strength. Þeir eru ekki með mjög mikið right-click damage. En hérna eru með, sem sagt, hvað er það, Inksvöll? Nei, fyrir ekki. Ég verð bara að segja... Jú, Inksvöllið pluss Axton, þetta er start lane sko, þetta er viðbjöður. Þetta er viðbjöður. En þetta er 4 Witchdoctor. Já. En Lord Henry, hann er í hinu liðinu. Hvað er hann? Lord Henry er... Jakki Click. Á sigurverðar ekki lykil til að komast í reykherbergi á Grand. The ultimate neckbeard. Já, það er góði tímar maður. Varstu með lykil? Hvað er first bloodi? Hann ætla að halda áfram hana. Hann er núna bara... Hann gæti séð þessu. Já. Núna kemur stönnið, hlýtur að vera einhvern tímann. Hann er með off cooldown. Þetta hefði nú... Ég hefði viljað sjá hann... Akkur er hann ekki... Ég hefði viljað sjá hann meira aggressiv hana. Þetta er ekki Doom mid. Nei, við hefðum rámt fyrir okkur með allt og við afsökum það bara. Já, Svo þetta er Rusty. Þú hefur það hlutverk að fylgjast með healthbarinn uppi. Svo við missum ekki á first blood. Witchdoctor og Puck strax svona low. Eins og ég segi, það verður erfitt fyrir það að reka Svenna á leininu, en hann er þetta með hörku right-click damage. Yngvi byrjar vel hérna. Dómið í vondum málum er að fara að sjá first bloodina. Ingimundur keyrir aktornum en Salvar sig Ísi strax. Salvóðri. En með levelum þá verður Doom náttúrulega bara skuggalur leiðinni sko. Ég var á level 1. En Axe er hérna langt yfir. Jellyfish með 9 last hits. Já, Á móti 4. hann er ekki mikið að íhuga. Hann er bara flashfarma leiðinni. Já. Svo er beint í kampið. Komið strax með 2 level í counter relax, þannig að þetta var easy. Já. En ætlar hann að stakka, hann gerir það ekki. Nei. Nú hætti við, þetta var svolítið skuldið móð. Fögnar að dodga hérna Stroke of Fate. En sem komið er svona frekar eins og ég segi það, bara ég... Eitt högg. En að Scorch Earth er náttúrulega bara klikkað. Heldur á lífi, en hann er bara tango í gangi. Og Passive Regen frá Scorch Earth og Devour, þannig að... Nei! Það skrifast á mig. Afsakið. Witchdoctor deyr. Hver er það sem að tekur hann hana? Það er Sven sem er fyrst. Sven. Þetta var gerst hratt því að ég var að tjekka. Þetta var það sem ég var svolítið hræddur sko að myndi gerast. Ég fæ svolítið mikið tunnel vision.
Það var náttúrulega líka... Herri, ég veit ekki, ég þekki því miður ekki starfsfólki hérna með nafni. Það er mjög Nei, Krissi er hjálpsamur ekki að... Þú ert að vitna í hérna... Svona ljósarða? Já. Nei, hann er ekki að vinna. Hann var að vinna síðast. Rauðbirkinn. Hann er ekki að vinna... Nei, hann er ekki að vinna núna. Það er annar ungur drengur. Já, hann er ungur maður. Það er ekki mikið ferðar núna. Endakallinn er kominn í, ágætt stöð hérna. Jellyfish, það er ekki mikið ferðar í honum. Spilar aggressiv, það er mikið hérna... Það er mikið aksjón. Grey Doom fara að kenna á því hérna, sko. Það er erfitt að leina á móti troll, sko. Segur troll er náttúrulega viðbjóður. Og Ingi er Erum við ekki að tala um að Ingi sé svona með segur hérna í dag? Jú, það er alveg óhætt. Brummi náttúrulega mjög segur líka. Nú, Binski missi korinn sinn. Það er eitthvað að frétta hérna. Biggs er að fara að deyja. Veist. Það fann hann djúka. Hann er að taka hitt hérna. Og hann, Og hann er drifinn. En Binski döður líka. Þetta er boss 5 fyrir boss 4. Action Rusher Hood. Sen í Butcher Speed. En skoðum leifurinn hérna. Axler 5, Konga 5. En Action virðist vera hérna topp, bara út af Maledict og öllum þessum stönnum held ég, sko. Já, Ax kom með 31 last hit, en í undarskildu þá er Kungu, Troll og Kungu örlítið betur. Og með 27 og 24. Þeir eru hann að Radiant með 3 efstu last hitum. Ég sé á Rotation, Lord Henry og Jakka Klikk hérna mætir, en ætlar vantilega bara að fara í eitthvað World Mission. Ax, Gummi kominn level 6. Já, ég held að breyti nú litlu þegar hann er ekki með boots, sko. Hann skilur alveg náttúrulega ekki bara. En hann er að fara að mæta hérna í rúnið og hann gæti nú bara að drepa hann, held ég. Já. En hann ákveður að gera það ekki. Náttúrulega ekki. Er hann að levela... Kollið? Já, hann er með kollið. Nei, Hungary. Nei, hann er ekki með það. Hann tekur ekki þessi 0. Nei, til hvers, sko. Hann kemst aldrei upp að honum, held ég. Ég held að það sé bara gott koll, sko. Hann taka frekar level 7-8 eða eitthvað. Já, 8. Taka eitt í... Easy dodge. Svo kannski fái fyrir næstu umferð, fái hérna chatti til að vóta á hvort matchupi við viljum kasta, sko. Er þetta að stakka? Ég gerir ráð fyrir það. Svo kannski fæði þið bara til að taka smá vettvangsleiðingur og kíkja á skjáin í hinleginu og aðtöga hvað frétti á þeim. Ég vil tjekka henni Hvaða hetjur eru í gangi. Noob í vondum málum, Dri og Lord Henry, drepa hann auðvitað. Ingimundur hleypur í burtu. Ég held að hann lifi þetta nú alveg. Hann snýr við á hlúminn. Ax er að mæta svæðið með heistrún. Nei. En hann er með ulti núna og hann drefinn. Vel gert, geggja rotation á þessu heistrúni hérna á hann. Endakallinn, en á meðan að þetta gerist þá er Kungan komin með 46 last hit, komin í fyrsta sæti og Hope Harry ultar tekur út, tekur út báða. Þetta er sterkt, þetta er góð byrjun á Radiant en hann deyr, Maledict tikkar inn hérna. Hann örglega þessi virðið bara allir. Þeir fá ekki XP og Ingimundur á Noob. Gott Icepath hjá Jakiro en Ingimundur hann keyrir áfram með slowið en snýr við Sven Fermætas að go to build núna. Ég ætla að búið að buffa það. Já, Ingimundur sé ekki hvað hann er með Q-að.
En Dúminn, lappar í burtu. Þessi Ice Path alveg on point hjá Lord Henry, hann er að bjarga Dúminnum þokkalega og hefur tækifæri til þess að rýtjana. Gungan er komið topp og það er báturinn og allt á Svenninn sem er malediktaður, hann er dauður. Þetta er gott rotation hjá Gungu. Mjög sniðugt líka út af því að hann var ekkert að fara að gera neitt sniðugt í miðinni. En á meðan að, sástu þegar endakallinn fór niður og draf Ingimund? Nei, hann fekk heistrún, hann var ekki eins og með boots. Labbaði baka hann, kollaði hann og bara dönkaði hann. En á meðan að það gerist þá farmaði bara þessi drengur hér og hann fór yfir hann í smástundana. Nei, það er... Ingimundur deyr. Hvað hann er 6, hann dúmaði hann. En já, Radiant, nei fyrirgefðu, Dire standi sér þokkalega vel. Hinn leikurinn var nokkuð látlaus. Kórin eru Mars, Skeletor King og Lína. Og svo er Void leikur. Þar sem við erum með Storm í miðunni, ykkur Phoenix einnig, sem við sýndist að farma. Hópa Harry er notað ulti til að farma. Ángar ekki að sjá grafið, hvernig er það með Bolt. Þetta sé ég grafið. Hvítir hann. Nei. Ekki góð, nei. Chat, help me out. Hvað segir Gaben? Hvað sjáum við það? Núna er Yngvi kominn til erfiða stöðu. Við erum núna að ýta honum út í Woods. Hann þó spjarar sig, bara rössaði Yasha. Hann ætlar ekki battle fyrir allavega. Nei. Vantilega Sanji Yasha, eða... Já, hann þarf ekki matta eða það? Nei, ég sang Yasha og... Ég veit ekki, ég myndi telja BKB, hann er ekki að fara... Finnski nær, fántýrið hana. Það er double damage, hver er undan. Hann er bara að dodgea torrentinn. Gunga kollaður en Ingimundur er mættur á svæðið. Double damage samt sem aður. En Axinn endakallinn ákveður að bakka hér. Spjara sig. Já. Og kíkja á level sinna aðeins. Það er líka hann að það getur. Já. Svo gullið. Sama stað held ég. Það sem er hýrulegur. Já, ég er náttúrulega bara búinn að setja hérna sko. Já, ég er að segja með gullið. Já. Já, þú getur séð að þeir eru 3K yfir, þannig það. Já. Já. Nei, ég var bara að tala um... F5 eða F6, ég er með sko hérna Ducky Mini. Það er notað hérna F5-takkana. Ég þori ekki að gera F5, er það ekki að fara að loka helst leiknum með? Já, við slum ekki taka henni séðan. Nei. Axinn komið level 10, Gungan samt einnig. En skorbót allana. Látlaust þessa stundina. Axinn kominn yfir í Enemy Triangle og það er svona típiskur leikur, það er ekki mikið að frétta. Það er típiskur svona 10-man leikur. Þetta er ekki svo pubs, þessi menn eru bara eitthvað... Þeir eru allavega að reiða sig á að... Eða bæði liðir eru svolítið að reiða sig á farmið þetta moment. Það er spurning hvor vill komast í leit fyrir. Þú sér að Doom er með svaka networth. Já. Já. Þeir eru 3 efstir. Já, Dire. Nú, þessu stundina. Cookies ætlar að rösa blinkið. Hvað finnst þér offlane puck? Þeir eru búin að vera að prófa Grimstrókinn. Nei. Það verður törnað á þá. Það endur byttur við, 2-falt stun og... Náður að lifa. Já. Hann er með TP eftir 17 sekundur sko. Bara stytta range á þessum Waning Rift sko. Hann finnur hann. Hann sleppur. Já, 5 sekundur, ég held að það sé ekkert þess verið að fara eitthvað að eyða meiri tíma í hann sko. Grimstrókinn fellur. Já, það er Maledictor sem gefur út á hann þar.
núna Svennin kominn í hörku stöðu. Under attack. Þeir eru komin með 4K, Yngvi í basli. Já. En núna held ég að komi bara, þú veist, hérna, þetta náttúrulega klárlega með fínt, það komi blink og ax, Dire's middle tower. fínt advantage, en þetta snýst bara mid-game calls í raun og veru, sko. Já, núna Axin að taka Axel sterkur líka. allt þetta fyrir boss 5, samt. Niður. Radiant's Ég held núna fáið þurr. attack. Ég held að þetta hafi verið fínt. Dire's structures are fortified. Og það Sanji Jansa á Svennin og það Núna myndi ég vilja fá bara smá rotation á hann á Witch Doctor. Hann í rauninni þannig með kraftinum. Attack. Hann og hann hefði í rauninni átt að mæta fyrr til þess að standa skil. Núna þeir búin að missa törnum og Sanji Gato. Are fortified. Pökkin ekki búinn að færa sem mikið setis með heldur, sko. Þeir eru bara í svolítið sínum eigin leikann topp. Is under attack. hann vill bara held ég við mista miðjana niður. Jú. Radiant's bottom tower. 4 kollapsaði hann á miðuna en fínt últi hjá Jakiro en hann deyr. En það var svo sem ekkert. Já, Ingimundar nær honum. Nú verður ég bara að henda Sælandina. Kunkar alltaf verið Radiance. Mér líður eins og þessi leikur sé bara í gangi hálftíma, sko. En það bara, hann ekki eins og búinn að vera í 15 mínútur, þannig að Rati á mér, hann dúmaður. Það Það svolítið. samt gaur sem vil dúma. Herru, hann með nett. Já. Já, Hann getur alveg lifað þetta. vel gert þannig að Nei, All Mighty hann er og eða hvað? Banshee. Nei, hann lifir þetta. Nei, tjíður. Gott call, en það beint á Ogre. hann fyrir niður og aftur. Ég held Ingimundar er mættur. Börnessu. Gott út í að pökk, en það bara á Axin. Já, Axin með hood. hann með Það virðist ekkert gerast, þannig að hann er dör. Hörðu! Þetta var Hann bara mjög vel gert. dönga Vitsdótturinn og Ingimundur er að fá sitt farm hér. Kungan poppa drums og ætlar að vera meira en liðans er ekki alveg sammála. Svennin er búinn að vera að farma hérna. Nei, hann er ekki búinn að farma neitt. Radiant's top Þegar tegur við bandið. Við erum með 6K advantage. Fóru að dinga hérna 7 í smá stund. Ok, þetta er samt góð fætt fyrir Radiant. Já, þetta var mjög sterkt. Þeir halda áfram svolítið að vera undir í það svolítið aggressíft að fara í Radiance-ið. Ég veit ekki, er Radiance hérna, er það málið eða myndur ekki vilja fara í Halbert? Ég myndi vilja bara reyna að tanka mig upp og Já, en til að fara þetta mischance sko, hann fyrir í Halbertið og auka status resistance og svo er menn bara að tala um að þetta sé pínu broken item Halbertið sko. já, En þú ert á móti Sven Kór sko, þannig að einmitt. það er spurning en ég er ekki að spila þannig að ég ætla ekki að segja neitt. Hvað segirðu? Gerir á fyrir að Doominn fari í Halbert á einhverjum tímapunkti. Hann ætlar að fara Hann fyrir bara BKB. BKB. Það þurfa náttúrulega kannski smá eitthvað til að disabla. Aja, það er Smoke Vision. Þeir eru að fara að hitta doktorinn, gerir ég það fyrir. Nei, Það er læknaviðtal, nei, þeir vilja fá Ingimund, þeir vilja drepa hann. Sá hann þetta, var þetta bara eitthvað, þetta er bara eitthvað hann er að fara að últa þetta smá stund. eitthvað Sixth Sense. Já, hann últar, svo kemur Vitsdóttur, últar, það er Malinta 2, Icepath stoppar Vitsdótturinn, Axin dauður og Drake kemst út, nei, hann er XR. Hörðu hann Axel? Þetta var Nei, hörðu. En hann Engin detection og Doom er að labba í burtu með undir 100 HP. Gott Icepath þegar Jakiro stoppar Vitsdóttur útið, Radiant's en Axe deyr, þetta er náttúrulega mitt fyrir Ingimund. Ég held að þetta sé alltaf betra fyrir Dagir sko, Já. en það er pása. 8K advantage. Þetta þrír efstu eru allir Dagir megin og svo reka supportana lestina. Já, eins og við erum að búast. Já, eins og við maður búist náttúrulega. Sven búinn að klára Sanji Yasha og ætlar að fara í Agnes Scepter. Ég var til að sjá hvað rotation hjá Puck sko. Ég
skil ekki alveg hvað hann ætlar að gera við Kannski erum við bara með svo mikið tunnurleysi sem við tökum ekki eftir því. Já. Þannig að ég held að hann hafi verið með 1 play þannig niður að hann og núna er bara komin í farmið. Skoða hann svona hotkeys. Ég get að sjá hérna. Nei, ég er bara alveg blindur. Þá byrjum við þetta. Já. Væri gaman hérna að detta inn á Discord og svona. Já, heyrið þið. Já, pröfa það. Ég veit ekki hvort þeir eru hrifnir af því. Leikurinn er í gangi hinum megin, sko. Hvað sér þið? Leikurinn er náttúrulega í gangi á skjánum. Já, en þeir eru sko hérna út í horni og þarna, þið sjáu ekki skjáin. Nei. Er einhver að horfa þarna hinn með vegginn? Aftur að tjekka á því. Herri, já, þetta lítur vel út fyrir Dyer. Hvað svona stóru itemir eru að horfa á? Forstaff hjá BKB náttúrulega, hjá bæði Doom og Sun. Nei, jú, var ekki Sun? Já. Hann er að vera stórt. Er hann búinn að klára Axe? Nei, hann er bara... Hann ætlar að bíða með það. Engi myndur fyrir BKB, það er bara BKB á allir. Nei, herru, það er ekki Sans. Ég sá bara X-ina, sko. Samlingi Asja er core á hann, sko. Þeir eru hérna... Mjútar og Axendaðir. Hver að típið hann inn? Það er Jellyfish. Hann er að eiga hörkuleik. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Hann er búinn að vera allt í öllu. Já, 4-2-2 og það er típist líka sko þegar þú ert með uninu, það er Colin, hann missar. Það er hérna Hobo Harry, nær, Ogre og þeir eru svolítið af allt yfir á þessa stundina. Þetta er farið að líta... Það er pressa á Ingimund en þú veist, þessi leikur er alls ekki búinn sko. Hann spilaði Sven hérna í síðasta leiknum á síðasta móti og var undir og hann veit alveg hvernig og hvað hann á að farma og hann kemst alveg tilbaka. Það er ekki nema eitt gott ulti sko. Nei. En þeir eru náttúrulega með Axinn sko. Þeir eru með Axinn og þeir eru með Trollin. Þeir eru með Jack Hero sem er djöfull leiðilegur þegar maður er að spila Troll. Já. En þeir eru að fara til BKB sko. Já, nákvæmlega. Ef hann kemst í BKB þá er það annar leikur. En þessi stundina þá... Það er alltaf stórt verkefni. Það er að segja það. Stórt verkefni framöndan. Það er konum með 9k og núna geta þeir rauninni bara dominata Radiant skóum. Gerir ráð fyrir að þeir fara í tier 2 núna. Nú byrjar þetta 5-man, þessi veisla. Já. Já, ég held að það sé það rétta í stöðinni. Þeir eru svo miklu sterkari. Það er enginn í hinu liðinu sem getur slátrað kórunum þeim megin. Sven er á, já, hann er svolítið nálægt nokkrum spilum hérna. Já, hann er Jellyfish búinn að finna Sven. Maður spurning hvort hann ná að gera eitthvað hérna. Troll býðir fyrir aftan, býðir eftir að Axe kom inn og það missaði. Hörðu, þeir... Þetta er geggja viðsvartrústi. Axe fellur, Hobo Harry er að hlaupa burtu með BKB í gangi og lítur út fyrir að Dyer sé að fara að reyna að bakka en Puck vill ná Grimstrók út. Það spurning hvort hann fá að gjalda fyrir það held ég. Hann dör og Axe fyrir Puck. Já, þeir náðu nú bara einum út hérna. Dyer vil meira. Hann hættir við. Bygg snæður út Maledikt á. Herru, hann er Troll labba fyrir burtu, skilur við. Já, en hann verður samt svolítið inefficient í kjölfarið, sko. En þeir eru búin með Doomið. Þá hann vill fara tilbaka, hann er með ultið sitt. Nei, hann er ekki með ultið í það. 40 okkur sekundur í það. Hann á 15 stig. Já, 15 stig og hann er með Mask of Madness, sko. Nei, fyrir ekki Morbid Mask. Og þetta var svolítið questionable Doom fannst mér, sko. Þetta var það. Hann er svona long cooldown.
Hann hefði í rauninni að dúma hvern sem annan sem var þannig staðnum. Já, ég bara geima þetta, skilur. Svennin langt yfir restinni í networth en það er spurning hvort það skilir sér síðan í næsta fight. Gummi svolítið svona að detta út. Level 14 en Hobo Harry level 18. Já. Já, reyndar Kunga level 17. Middle tower is under attack. Þú er að klára Radiance og er að fara í Assault Cuirass. Dire's middle tower has been denied. Fylgist þar með actionum. Það er ekki mikið pláss fyrir hann til að farma þessu stundina og það er örugglega frústrerandi að þurfa að spila svona. Já, ég myndi í rauninni bara vilja sjá það smóka. Já, þeir þurfa í rauninni bara að finna kills. Fara í mission. Þeir vita núna að þeir eru yfir. Tóku Sentry út en hann fekk einhverja gut feeling hann að Cookies og ákvað að bakka, vildi ekki fara hann high ground, ekkert vision. Hobo Harry sýnir sér niðri. Kungan er inn í skoðunum. Sýnist þeir alltaf, já, þeir alltaf reyna við. Axe ætlaði að fara að jump einhvern veginn, nærði ekki. Og það er solo ulti á Axinn og hann er að fara að tanka gangið. Maldikt. Hvar er lestarinn liðinu hérna? Nú kemur Sven. Mættur, já. Ykkur þannig að... Lifir Axinn þetta af? Hann lifir þetta af. Hann hætti við TP. Ingimundur er bara að farma, hann ákveður að koma ekki. En þeir treyta hérna Boss 4 Radium. Hobo Harry með ulti að farma enemy jungle. Ellefu K advantage núna og Svennin orðinn helvíti grimmur. Byrjar að krydda 700. Það er geggja, ég fatt hann alls ekki að nota hérna númerinn og lyklaborðið til að vera að skipta með til leikmanna, sko. Þetta er Alltaf að læra. já, hann ekki, veist, ég hef viljað halda inni. Svona. Svo má náttúrulega alltaf vera eitthvað drullið yfir ykkur í chatinu, sko, ef við erum að gleyma einhverju settöku. Komið með það. Nei, vil ég segja eitthvað annað hérna. Jellyfish sýnir Dyer að hann sé með Observer þarna. Gerir ég ráð fyrir. Icepath á 2 og Kunga dúmaður. Lord Henry þarna bara að koma að spilinu sinni út af hann deyr og hann er búinn á því. Silence á Ingimund og Kungan orðinn ansi low. Vixen er góð ulti og þeir standa bara inn í því. Ingimundur ultar. Oi! Axe deyr. Ingimund, nei, Hobo Harry er bara að fara að clean up crew hérna. Og Puckin kemst í burtu. En já, Dúminn, en helviti gott pick. Kungan er ekki að henda út bát sem hann geti hugsanlega náð að já, bjarga liðinu sínu. Og þeir fara í Rósan. Fyrst í Rósan leiksins. Cookies er farin í Maelstrom. Já, hann ætla bara að fara í hérna. Já, Hann ætlaði bara í eitthvað carry build. þeir hérna, þú veist, þeir eru með. Já, það er bara þannig, þetta er svolítið kritísk, sko. Það er ekkert pipe, það er ekkert crimson, það er ekkert lads. Það er mjög nakið. Já, þetta eru svona stundum Puck-spilararnir, sko. Þeir eru svolítið flashy. Svona eins og Ember-spilarar. Já. Það er ekkert defense á þetta, ég veit ekki. Ég myndi, ef ég væri að spila offlane Puck, þá myndi ég alveg fara í, ég myndi alveg fara í Jules og Já. Jules Blink. Jules er Og, líka gott kannski item bara bara eitthvað í svona, leik, sko. Loka á Svennin, vera með tvöfaldarskeip. Já. Axinn, koma honum upp. Já, ég myndi segja þessi kokki að hann hafi ákveðið Maelstrom. Já, þannig að fara í þetta rapid fire, ég veit ekki. Já. Mér finnst svona eins og Desolator hafi alltaf verið málið út af þessu 25 talent, sko. En hann er samt bara, það er 10 level í það, sko. Þeir halda áfram að gain advantage. Witch-doktorinn að sækja sér bók. Það er ég ætla að hoppa á aðtökunni hinleikurinn.
Við sérum það. Sýnist þeir alltaf smóka hérna. Komum betur fyrir hérna. Smóka. Scanning. Sýnist þeir alltaf rampa á okkarinn. Næ, hætta við. Hann stekkur, hlýtur að vera. Næ, það því ekki. Ég afsaka hvað ég er hræðilegur á kamerunni hérna. Ég er aldrei höfð svo mikið sens á leiklaborði. Feistáttur fellur og puck og ég gerir ráð fyrir að þeir bara pússi núna á þessu. Þetta er bara að líta helvíti illa út fyrir Radiant, Kungan, Radiant's middle tower is under attack. 4-2, en niður gerir ég ráð fyrir. Yngvi heldur áfram að fara með hérna topp. Dire's top tower is under attack. Svennin, já, með BKB á henni 8 sekundna. Aganas eftir, líklega fyrir krydd. Þeir bakka, gerir ráð fyrir þess að ég bara að taka 10-2 hérna, hann er þá full HP. Axen kominn topp, með ekkert TP. Er ég náðu svo skemmtilegan teamfight? Nú? Hinum einn, já, það er hérna... þeir voru að teamfighta hérna og voru að teamvipa, en það var bara Void eftir hinliðinu, Lína og einhver einnig viðbútt að chase hann. Línan er að fara að stoppa típið með Júls eftir. Júls er sjálfan sig. Uss. Void kemst út og heyrði þetta öskurina. Já, ég heyrði eitthvað. Það er Ranger, herru, Ingemundur í djúpum skít. Hann er í bastli. Enda hérna með BKB og hann er dauður. Báturinn kemur út, Kungan, bara boppa allir BKB hérna, Kungan þarf að labba í burtu. Vitsáttur er með allt eftir. En það er sko, óiss. Ég held að þetta er game, sko. Já, sýnist það. Þetta er bara... Við heldum báður að Radiant myndi taka hann leik. Já, þetta var... Puck. BKB gengi. Að farma og Vitsátturinn saman uppi. Ég held að það hafi bara gert út úr leikinn. Þeir voru hann 3. Já. Það var mikið rotation hinum meginn. Grimstorkin var að mæta niður. Hver er búinn að standa sig best í hinliðinni? Doom er ekki búinn að deyja einu sinni. Djöfull er búinn að vera góður. Búinn að standa sig hörku vel. Svenni náttúrulega búinn að eiga hörkuleik. Nei, heyrðu, hvað? Hann X-markaði sjálf á sig. Já, hann ætlaði að fara að gera eitthvað hana. En mér finnst supportarnir oft gleymast í þessu, sko. Þeir voru að pulla falli rotation. Jakiro standi sig vel, sko. Já. Náttúrulega Grimstók er náttúrulega bara að geggju hitta til þess að vera með í sínu liði. Það er náttúrulega líka sérstaklega svona early þegar það eru teamfights. Að loka á Vitsdóttur ulti, það er bara svo ótrúlega mikilvægt. Jakiro tókst það held ég tvisvar. Herru, ég var að fatta eitt hérna. Svo þegar þessi leikur er búinn, þá þurfum við að gjöra svo vel að búið til skjal. Excel-skjal hérna í beinni. Já. Það er safna saman þessum sigurum. Bobo Harry, Daedalus. Þú vilt ekki fá hana mann í þig? Nei, það er... Lítur að vera kretta 1000, nei, kretta 700 eða. Quick maths. Quick maps. Ég skil ekki af hverju þeir eru að farma skóginn að þessu stundunum samt. Þeir eru bara, þú veist, taka farmið þeirra held ég. Já, en ekki, já. Maður myndi vel kannski gera það þeirra triangle. En þeir eru eftir að taka það út 1-2. Hljóta valda yfir tier 2 núna. Rótið þess að kannski Ross sem að þeirra að koma upp. Og síðan loka þeir þessu held ég. En það er aldrei að vita. Spurning hvernig er iteminn hjá Ingimund. Hann er kominn með Bassers. Já, hann ætlar að fara í Abyssal Blade. Já. En Hann treystar á að verða ekki stannaður. Ég er svolítið ánægður með það. hann ætlar ekki til BKB. Smá gaml. Nákvæmlega, það er að segja. En Moisa sagði mér sko, síðast þegar það er Smoke að hérna hann er svolítið mýmer sko. Hann er bara eitthvað, fuck it. Ég spurði Yngvar hvað hann er að fara að spila. Það er fight. Og hann Báturinn á hann, það breytir fer einhverjum. niður. Rollin, TPR bot til að taka farmið. Já, ég spurði Yngvar á hann hvað hann er að fara að spila og hann sagði
Já, hann sagðist að það fara að spila einmitt karríið og hann væri svona mínspilari, sko. Hann það. Hann spilaði með Kunga þarna síðasta móti og fór einmitt í eitthvað all-in í eitthvað svona steikt bild, sko. Já, einmitt. Það var allavega kjarkur í því að vera ekki með BKB í þessu leik. Það er ekki hægt að segja það. En Doom fyrir gegnum BKB. Axe getur kollaði gegnum BKB. Já, en þú ert samt með Jack Hero og þú ert með Grimstroke, svona dæmi sem þú vilt bara ekki, þú vilt bara BKB bara á þeim tveim, ekki? Jú, það er líka bara, þú veist bara að drífa sig að poppa úti áður en Doom að hlaupa að þér, sko. Ingimundur, inn í skóginum. Hann er í vondamál. Vitar eitthvað hann hefði verið? Þetta er butt cleanse moment hérna, en samt ekki þetta. Hann er býtið típi. Hver að pinga það? Ef hann er að pikka út Grimstrokin eða þeir myndu taka fight hérna, eða eiga... Hann er ekkert að býða til einhver rotationi. Þeir taka high ground. Típi held ég bara. Já. Þeir taka þetta á high groundið. Hann er að kötta vauðu held ég. Nei, það er over risky hérna held ég. Eða hvað? AFK. Hann er bara AFK. Hann er mættur. Hann taka næsta wave. Daginn á törnunum bara næst í konum við 30.000 í Netherlít, sko. Já. Þeir eru í rauninni bara frá fyrstu mínútu. Silvers Edge á Sven. Já. Það er bara Passive Hand of Midas. Hei Beka. Pikk út eitt curry er hérna á kungunni. Maður ætlaði að fara í eitthvað item. Nálgast 25 á Sven. Þannig að það er rosalega leik. Já. 12-2. Það er búið að vera svolítið eins og Radiant sé ekki búin að vita hvort það séu páskara í jól. Alveg frá mínútu 1. Já, eins og ég var að segja á það, sko. Þetta er svo típist leikur, sko, þar sem vitsdótturinn með flest skills. Já, bara eitthvað maledikt og ulti og færa allan peninginn, skilur við. Ég hefði viljað sjá aðeins meira svona captain initiative hjá Yngva að sparka í rassina þeim og segja þeim að rotata niður þegar þess þurfti. Þeir voru að fá mikið support. Hérna, ég var að spá, ég var að henda okkur inn á Discordið. Gerðu það bara. Gerum það. Ég ætla að mjúta hérna. Hérna. Fáum þetta. Komið gestur? Það var enginn að segja neitt. Stream sniper. Sko, já. Gæti verið vart hérna. Þeir fara að hægra núna, sko. Við þurfum einhvern veginn bara að kæta þetta, sko. Þetta er einhvern veginn alltaf erfitt að fæta hérna, sko. Þeir eru bara eitthvað að nota að spila til að þetta. Vá, er þetta... Bakkiði bara. Okkur maður ekki pikkaður út. Nú, þetta er Bara delays. gott bökkulti hérna en ekki til þess að fylgja eftir. Nei. Radiant's top tower is under attack. Næja. Oh my god. Það er rosa. Skal ég tjepa inn nú? Dire's top tower is under attack. Það er að klára turna. BKB. Rosa BKB. Já, það erum að kasta count. Það er allir hérna. Hún er að tjepa, getur við? Blessaði. Já, ég er að hlaupa. Þeir eru með wardinn einhverstað. Herri, ég ætla að fara Dífa þegar mér hér. þessu hérna. Hvernig ger ég þetta? Hvernig fer bara? Það er fínt, sko. Hann er setupleitt núna líka. Já, það var... Ég vildi ekki vera meira. Ég er ekki búinn að segja þeim neitt að við myndum koma, sko. Inn á Rósina að hlusta á það. En rosalega kolli á... Hann nær þetta að últa, sko. Disarmaður, ekkert BKB. En... Silence! Herðu. Yngvi vil enda comeback! Yngvi að... Herðu. Þeir. Herri, þetta var rosalegt, en... Pikka út hann að supportinn og supporta hann afsakið. Einn hvor. Já, endilega. Fólk má alveg mæta hérna. Við erum að setja upp leikinn hérna á tjaldinu fyrir aftan líka og svo er náttúrulega velkomið að kíkja fyrir aftan leikmenn en
En sjálfsögðu huga af sóttvarnarreglum. Nákvæmlega. Við erum náttúrulega að brjóta reglur hér en Sponsanir okkar eru En við erum í sama mengi, við segjum það bara. Og Við búum saman, þannig að þetta er í lagi. það er hérna, ég er líka bara með hérna. Ná, ánægði með þig. Herru, það er smoke í gangi. Hendum okkur í Sven perspektíf. Sven Tekur út mætir 3 reiður. hits. Öss. Þú vilt ekki lenda í þessu manni. Nei. Það verður að kæta en Og hann er að elda kónguna. Tekur hann kónguna út. Fær hann krydd. Oh my god. Dóminn er pirraður hérna. Það er með Linkens og- Hann heyrðu. er komið með Linkens. Hann kemst Hann er búinn með dómið. Ingimundur er með ulti eftir 10 sekúndur. 9. Hann er í þetta dóm. Þannig. Hann á oss. BKB Cheese. Sven. Duel mútið Ingimundi. Hann er með Aegis. Vistóttur er búinn með ultið sitt. Yngvi á ulti eftir... Heitir að koma núna bara. Og hvað er í gangi? Ulti er... Hann ultar, Xar, Hann... Kóngan er... Ax með kól, dauðans. Þvílíkt æspað, hópa það lifir af. Hann á hitti hana. Og Ax döngar á Ingimund. Þetta er rosalega fætt. Cookies er líka, endakallinn er að fara clean. Já. Og þeir ná Vistóttur líka. En þetta var samt án jokes. Þetta stendur svakalegt sko. Óger Magi ekki tépgekir í ráð fyrir? Eða bara... Nei. Nei, hann var dauður. Hann dó hana Já, hann var fyrst dauður. þegar Svenni nýsir þetta hérna. Við erum að tala um að fætinn, hann fór alla leið hingað. Einmitt, ég bara skildi ekki af hverju, hann er alltaf bara level 12. Þannig að hann er ekki langt cooldown hjá hann. Greið, hann var 3-hittaður af Sven hana. Já. Hann átti þetta ekki skilið. Nei, þetta er róleg. Jakiro level 18. 30k advantage og staðan 32-16. Buyback of Puck, hann er með alla spellan eftir. Við erum að tala um það að Dri lifir þetta af á með svona 100 HP. Hann er að poppa cheese og BKB og lappa í burtu. Kungan hann áðan líka lappaði í burtu með svona 200 HP. Ef þeir hefði ekki verið með Aegis og Cheese í þessum fight, þá hefði þetta bara verið Þá erum við að fara að sjá hérna aðeins minna network líka svona. Já. Það er þriggja manna ulti hjá Puck, Silence og Doom, gott ulti hjá Vistóttur en Icepath stoppa það, BKB næst samt ekki að stoppa Maledict, þannig að það er spurning hvort hann kemst í burtu. Hann er að X-marka Grimstroke. Binsky, hann er dauður og endakallinn lifir af auðvitað. Ég kannski ofmeta Doomið, nei hérna Maledict svolítið. En hann tók alveg nokkur hits hérna. á X-in. Hann verður að taka mikinn skada Það er mýmur í chatinu. Já, ég er ánægð Stay með paid, þetta. sko. Ég er að fíla þetta. Keep it up. Ground 19 vírusinn, já ég hef heyrt um hann. Þegar one-shotar. Það er raun og verið þannig að COVID-19 er bara, það er eiginlega bara langt Maledict, sko. Já. Menn er að díla við þennan vírus heil lengi, sko, eins og Maledict. Já. Sumir náttúrulega að vera dúmaðir. Það er djöfis högg að vera dúmaður af COVID. Já. Það var kannski ekki að vera að grínast með þetta. Mér finnst það fyndið. Nei. Það er ekki mikil alveg þessu. Herru, þú með komið Hex. Því þetta er sterk hitja maður. Hann er orðinn bara 5 slottaður, gerir það fyrir hann hendir trommónum fyrir eitthvað annað eftir. Þeir eru orðnir 5 slottaðir. Hann er að koma með recipe, hann er að fyrir recipe vantilega fyrir Axe til að losna við slott. Og nú er þetta komið inn í 40 mínúta leik, sko. Og itemin er að droppa hérna inn. Hann ætlaði örugglega ekki að dippa hann, hann ætlaði að fara að pinga hann. Level 26 og það er alveg smá í það að Radiant séu með level 25 leikmenn. Ingimundur á svolítið erfitt hérna. Já. En hvað finnst þér? Eru þeir að bíða eftir öðrum Rossan? Eru þeir að gefa þeim færa á að snúa þessu við? Yngvi er orðinn skæð. Ég held að þeir mættu vera meira aggressív, sko. Já. Yngvi er orðinn djöfull skæður. Já, þú mátt ekki gefa honum of mikinn tíma, sko. En myndi ég bara vilja sjá Smoke. Og þótt hann sé bara með þessi 3 item hérna, Satanic, Sanchez og Skullbasir, þá er tímasendingin sem skiptir öllu máli, sko. Núna er hann að fara í BKB, eitthvað sem við vorum búin að bíða eftir. Hann verður kannski bara komið með það fyrir næsta fight. Hann hætti við að klára að byssalið.
sýnist hann ætla bara... Nákvæmlega að taka þessu leik alvarlega. Já, hann á 34. mínútu. Já, hefur hann ákveðið þetta. Silver Jets klárað hjá Sven. Sven kom með leveler til að klára púsið. Þetta er viðbjöður. Já. Og hann gæti bara farið í 1v5 akkurat núna. Og sem hann er að fara að gera. Hann tekur út Disruptor, Ingimundur últar strax, hann hexar. Pirraður. Hann eldir Hope og Harry að fara með hann í gönguferð. Þetta er búið. Þetta er búið. Þetta er GG. 90 sekundur. Nei. Hann er með buybacks hann sko. Hann er búið multið sitt. Já, þeir pikka troll Injax. Var það ekki? Jó, þeir pikka trollin í Ax. Ax var þriðja pikkið. Troll var síðasta. Trollin... Já, þeir eru ekki alveg hættir. Vitsdóttir ná allt eftir en ég meina puck 90 sekundur. Og það er bara... Æ. Hvað gerist þarna? Ok. Konga hexaður, gerir nákvæmlega ekki neitt fyrir þá og þessi leikur er búinn. Nú býðum við bara eftir GG-kóluna. Nei, Ogre Magi mættar aftur. Þið ætla ekki að kolla þetta. Ég er ánægður með þá. Radiant's bottom tower is under attack. Já, það er sigla. Já. Vendakallinn, Ingimundur, Sia, voru að bíða Dúmar, alltaf. Og það er GG-kól. Þetta komið fyrsti leikur fyrir til Gumma Endakall, Wow. Biggs, Jellyfish og Noob taka fyrsta leikinn á þessu móti. MVP, hver er MVP hérna? Deyr ekki einu sinni, en Hope og Harry. Hope og Harry var náttúrulega... Ég held að hann hafi dregið þetta lið til sigurs. En það er náttúrulega team effort þannig séð sko. Algjörlega. Herri, ég ætla að checka hérna leiknum. Já, ég ætla að taka hérna screenshot. Sjá hvernig gerir ég þetta. F12, já. Læsilegt, takk fyrir. Nú þurfum við bara að henda hérna í Excel-stream. Það aðtöða snöggvast hérna fyrir staðan er í hinleiknum og aðtöða hvernig geta kannski joinað hann. Við mjúta hérna með hann. Þið geta hort að skorborda með hann hérna. Og við komum hérna innan skams með næstu leiki. Herru, við hendum okkur næsta leik. Jésús, veit ég hvað við vorum að hugsa. You live and you learn. Herru, byrju, slökkum á tónlistinni í Guðnabænum. Herru, við erum bara að hoppa í næsta leik, þetta er glæsilegt. Hann er að verða búinn, eins og þið sjáuð. Fínt að vera bara með directed camera. Já, hann er bara alveg að klárast. Þeir eru vantur að fara að kolla þetta. Það er líka þannig að þér voru alltaf að skapa space. Þannig hérna er bara, þeir eru með 9K netted verður dæmt vettist á Radiant. Þannig að þetta er greinilega eitthvað svaka grípinu að fara að klára þetta fyrir það. Katapultinn að fara... Nei, ég halda þessu niður. Þetta er Boss 5 Phoenix. Þetta kom bara eitthvað einu til það. Er það comebacks þess að þetta? Hvað ætlir að hafa notað mörg buybacks? Er henni ennþá í gangi eða? Já, henni er ennþá í gangi. Ætlaði hann ekki að henda streamið upp hérna hinum með við vegginn? Nei, hann er að tjekka á því. Hvað? Nei, hann ætlaði að setja hann á tjaldið. Nei, hann er að tjekka á honum. Er ekki einhver gaur sofandi hérna? Fuck. Herru, það vantar 1 Rax og gegn 2 tier 2. Skoðum þetta. Engar Rax. Lína með Bloodthorn, BKB, Júlsepter, Darkwill og hérna... What the fuck? Er þetta Director? Breyting er fucking farmaður. Holy shit.
Gautinn. Gummi, þú varst heppinn með heistrúnni hérna, þegar þú labbaðir upp á honum hérna á liminu. Það er eitthvað gangið. Þú varst ekki einu sinni með boots. Nei. Topp. Já, þetta er direktor, maður. Það er ekki nefnilega nógu gott, sko. Þetta... Nei. Þú eru tæklinir örleika hérna. Nei. Nei. Nú get ég ekki hort að leik. Farðu. Hanna, hægri klikkað og rakka. Hérna. Nei, nú get ég ekki farið inn í lobbið. Er hann búinn eða? Hver vann? Vann þið? Voru þið með röksinn hana? Já. Býttu nú við. Þú varst að spila... Vann þennan leik. Stoppaði hann á troll. Ég spila með þessum gæja sem Karri, sko. Það er ekki að maður honum á eftir 50 mínútur. Nei, enda var það var áhugavert. Þið hefði ekki átt aðeins sem Cheese vanna í fætnum uppi. Það klikkaði Clutch Doom, maður. Jesus. Og svo... Þetta Glimmer kemur á Doom. Það var þetta fyrir. Já, ég spottaði það. Þið spila bara Glimmer game. Ég held ég þetta. Þetta var... Þú dóst ekkert í þessum leik, sko. Það var frekar... Ógeðslega vel spilað. Glimmer game var svona Doominn pappa í burtu. Já. Lifið það. Þegar þeir kom Cheese. Getið þið downloadað hérna? Það var nokkrum þannig, þar sem þú varst bara komin í líka 30 og svo kom alltaf bara Svennin og bara svípaði restina. Við hoppuðum inn að komsi á þeim, hérna, og því voru allir mútaðir. Þannig að í lokin, sko. Það var skemmtilegt að fá að setja það inn á streamið. Það var sitt. Nei, það var ekkert, það var bara í, sko, 30 sekundur eða eitthvað. Það var eitthvað svona, það var vort hérna, býðið að kæta, eitthvað svona. Vikki sagði líka þrísvar bara já, og þeir eru búin með allt sitt og Svenn mætir og svona. En það var samt alveg, skilur, það var fighting top sem ég held að enginn myndi bara að fara að kompaka. Þetta hefði verið kompaka, þetta eru Cheese og Egg. Og ekki sjá. Það var alveg að skúst. Það var þessi Axe kom hann að tökum í raska dagur. Já, þetta tala mér, já. Það snýrist tíma. Ég hef samt blinkað inn í Puck Silencer, sko. Það var það, já. Nei, náðu ekki hóla. Það verður það að gefa